Elísabet, engin dans við Ufsaklett. Segðu mér frá þessari bók. Hvað viltu vita? Heyrðu, þetta bók sem að segir frá svona skaðlegu ástarsambandi, ofbeldissambandi, en ég hef kosið að segja skaðlegt samband. Og manns og konu sem að fara að vera og einhvern veginn ráða ekki við ástina og ráða ekki við lífið þó þau fái líka fullt af hjálp og kannski, ég veit það ekki, kannski það fortíðin sem að spilar eitthvað inn í, en það svolítið skemmtilegt vegna þess að maður alltaf með útskýringar og reiðum höndum, maður haldinn kynlífsfíkn, ástarfíkn, alkoholisma, geðhvörfum og maður með alla merkimiðana tilbúin, þetta út af þessu. En ég bað Helgu Kress sem að lesa ljóðin í upphafi og hún kom með þennan punkt að konan allavega, hún í útlegð og að því þessi bók náttúrulega, hún byggð á eigin reynslu þó þetta sé ekki, þetta ekki dagbókin mín en það ekkert launungarmál byggja á eigin reynslu og þá fór ég þarna kemur Helga Kress og sýnir kannski mig í nýju ljósi af því ég mitt þú veist, ég yfirleitt ekki hjá útgefanda og ég svona utan við og mér svona hefur fundist það ágætt. Þetta uppgjör við ofbeldisfullt ástarsamband. Já, af því ég fór bara að spyrja af hverju verði ég fyrir þessu, þú veist, hvað að og maður fer að leita svara hjá sjálfi sér. Ég með svona vonda sjálfsmynd, þetta út af því ég með geðhvörf og bla bla bla. En svo fannst mér nú eiginlega ágætt og ég var svolítið svona bara taugaveikluð. Ég var alltaf að tala um þetta og alltaf að spyrja alla og ég var kannski bara út á strætóstoppistöðu í kjötborðinu og alltaf að tala um þetta einhvern veginn eins og fólk sem fær áfall. Nema svo var bara gamall afgreiðslumaður í Bíkó sem sagði að þetta getur komið fyrir alla. Og það fannst mér bara svolítið fínt að við getum öll keyrt á og við getum öll lent í ofbeldissambandi. En sko það ákveðin þarna frelsun í þessu og þetta leiðir út í svona uppgjör og svo þarna ákveðin kátína sérstaklega í lokin. Já, sko partur af því að frelsast, það náttúrulega það að yrkja ljóðin. Það að bregðast við og koma þessu á blað og yrkja þessi ljóð en það ekki bara svo einfalt að til að losna úr ofbeldissambandi að þá bara setjast maður niður og yrki. Þetta eru margir þættir, lífið flókið þó við viljum alltaf vera einfalda og það var líka bara fræðsla sem að ég fékk hjá Kvennaathvarfinu, fræðsla ofbeldissamband að þetta eru einkennin að ef ofbeldi beitt í sambandi þá bara 90% líkur og það haldi áfram. En það nefnilega eins og ofbeldi tekur ástina í þjónustu sína. Og það tekur allt bara í þjónustu sína eins og alkoholismi, þetta svo sterkt afl. Þannig að það svona að bara hver kona eða hver manneskja sem bjargast úr ofbeldissambandi, ég myndi segja að það væri bara kraftaverk. Já, þetta ansi sterkt bókmenntaverk og það bæði ljóðin og svo eru þarna teikningar líka eftir þig. Það urðu til á Hellissandi og þá var ég bara að heila sjálfa mig af sambandinu og hafði líka verið líkamlega veik og þá var allir að segja breyttu mataræði og ég sagði ég ætla að breyta um umhverfi og fór á Hellissand. Þar heyrði ég viðtal við Hilmar, organista, Hilmar Örn, já, og hann sagðist hafa verið að teikna fjöll þegar hann var veikur, það hefði læknað hann og ég vissi bara svona að ég átti að teikna píkur og þær átti að vera blautar og það var einhvern veginn þessi safi og vökvi og þannig að ég fór að gera það og það voru dropar og heilu stöðuvötnin sem kom út úr þeim og ég veit ekki, ég ekki ennþá alveg búin að fatta batnaði mér eða mér ennþá að batna eða ég bara mér fannst svo skemmtilegt að teikna allar þessar píkur og það svo ólíkar, sumar svona rómantískar og væmnar og aðrar með tennur og allan fjandann og ég ætlaði, þegar bókin var komin í prentsmiðju var ég hugsa að hringi í prentsmiðjustjórann og segja, heyrðu, við skulum bara geyma þetta af því þá kemur þessi skömm, hún svo rosalega seig að enginn hafi áhuga á þessu og enginn lesi þetta og þetta sé svo ljótt og að maður skuli látið sig hafa út í þetta
Já.